Ég var komin mjög langt með samantektina þangað til að pallborðið byrjaði. Þá tapaði ég niður þræðinum, ég er ekki eins góð að glósa eins og í lagadeildinni í gamla daga. En ég í rauninni þau skilaboð, við ætlum bara að fara mjög stutt yfir það. Þetta er í rauninni ekkert mjög flókin skilaboð sem að ég fæ með mér hér frá þessum degi. Það þarf skýrar aðgerðir til að auka verðmætasköpun, það þarf að bæta skilyrði atvinnugreinina, við viljum bæta lífskjör. Það eru komnar hérna fram tillögur í handbók sem að hægt er að vinna úr. SKA kom með mjög áhugaverða punkta og góða reglur til okkar hvernig við getum unnið okkur út úr krísunni. Og síðan var hér fjörugt pallborð þar sem að komi fram mjög margir góði punktar. En það er þannig að Ísland stendur á krossgötum og við verðum að hugsa næstu skref. Og eins og SKA sagði að þá byggist góð strategi á því að vita hvað gerist næst. Það er nauðsynlegt að hugsa þessi mál núna. Mun einhver stjórnmálaflokkur einn og sér leysa þessi mál? Nei, ég held ekki. Munu aðilar vinnumarkaðarins gera þetta án aðstoðar? Nei, ég held ekki. Mun viðskiptalífi gera þetta án aðkomu stjórnmálaflokka eða aðilar vinnumarkaðarins? Nei, ég segi þetta ekki til þess að varpa rýrð á þessa aðila. Ég er bara að segja það þarf samvinnu. Það er langtíma stefna sem að er hér til umfjöllunar og hvað þýðir langtíma stefna og langtíma hugsun? Jú, það þýðir það að það verið að ákveða strategíu eða ákveða aðgerðir til langs tíma, þess að ekki til skams tíma. Þetta verður að halda. En það er galdur að finna þennan feril sem leiðir til slíkrar ákvarðanatöku, til þess að ákvarðanatöku sem að heldur til langs tíma. Og þótt margir kalli eftir samvinnu og sátt, líkt og gert hefur verið í dag, þá er ófriðarbálið ekki langt undan. Og auðvitað er það þannig þegar að kemur að stjórnmálunum að þótt að sé hugsanlega hægt að verða sammála ýmislegt, að þá er auðvitað, gildir það ekki alla hluti. En það þarf að eiga sér stað, eins og kom fram hérna áðan, einhver umræða byggð á rökum og staðreyndum. En það þarf, hvað ég var að segja, ég var að tala aftur hugrekki. Ég meina það krefst úthalds og hugrekkis að vinna saman og bara góðan slatt af sjálfstrausti sem að þarf með líka. Og ég held að þetta sé til staðar núna. Þetta er til staðar vegna þess að það er stuðningu fyrir því líka. Hvernig hefði annars þessi samráðsvettvangur aukna hagsæld orðið til? Ég hef lýst tilurðan svo að þetta er í rauninni margir læki sem að renna saman og mynda að lokum myndarlega að draga á. Ég held að sé samt ekki að neitt hallað að við nefnum hérna sérstaklega skýrslu McKinsey til sögunar. Þar skapaðist í rauninni þessi grundvöllur fyrir því að við yfir höfum ræðum þessa samvinnu, að það voru allir til í að taka þátt í þessu samtali. Það voru ýmsir fljótir til að grípa þennan bolta sem var hent upp með skýrslunni. Stillum saman strengi, segir viðskiptaráð, vinnum saman, segja samtök atvinnulífsins. Og það er sérstaklega, skýrslan er sérstaklega nefnd til sögunar í nýlegu samkomulagi ASÍ og SA vegna endurskoðunar og framlengingar kjarasamninga. En víkjum að samráðsvettvangnum, þar sitja 26 einstaklingar sem að eiga vettvanginn. Allir einstaklingar sem í samráðsvettvangnum sitja, þeir eiga þennan vettvang. Þeir eiga fyrir höndum í krafti sinna þekkingar og sinna reynslu það verkefni að finna sameiginlega fleta mjög krefjandi viðfangsefni. Nú og síðan ber að geta þess að efniviður til samráðsvettvangsins er unnin af sjálfstæðri verkefnisstjórn sem að vinna draugatillögum sem síðan verða rædd í samráðsvettvangnum. En auðvitað tekur verkefnisstjórnin, þótt hún sé sjálfstæð, þá er meint svona faglega sjálfstæð, hún tekur auðvitað við leiðbeiningum frá samráðsvettvangnum. Þetta er í rauninni mikil samvinna sem á eftir að eiga sér stað. Þetta er þverpólitísk samvinna, þetta er þverfagleg samvinna. Þetta er samtal á breiðum grunni þau markmið sem að almenn sátt er og hvaða tillögur koma til greina að ná þessum markmiðum. En síðan er auðvitað mikilvægt að hafa gagnsæja umræðu þau atriði sem ekki er samkomulag Því við gerum okkur fulla grein fyrir því að það er ekki samkomulag öll atriði og þær aðferðir sem til greina koma til að auka hagvöxt. En það getur orðið breiðsátt nokkur lykilatriði og það er góður grunnur að þeirri langferð sem við erum nú að fara í. En lítum nánar á þann hóp sem að skipa samráðsvettvanginn.
Þar eiga sæti stjórnmálaleiðtogar, aðila vinnumarkaðarins, fulltrúa fræðasamfélagsins, fulltrúa viðskiptalífsins og fulltrúa stjórnsýslunar. Hafi skort á samráð og samskipti hinga til, þá tækifæri til að bæta úr því í þessum samráðsvettvangi. Og við megum ekki gleyma því hverjir standa að baki. Táknrænt umboð mjög sterkt. Þarna komum við að lundamyndinni. Hugmyndin að baki þessu verkefni sú að stað þess að líta málin eingöngu frá sínum sjónarhóli, frá sínum hagsmunum, þá hefjum við okkur upp og lítum á heildina. Við lítum á þau tækifæri sem að standa Íslandi til boða og hvernig hægt að vinna betur úr þeim. Og það vert að geta þess að það eru margir sem koma að þessari vinnu og þetta í rauninni einstakt tækifæri til að vinna fram efni sem getur bæði nýst núna og síðar þegar að taka þarf hinar endalegu ákvarðanir. Í verkefnisstjórninni sem ég minntist á áðan starfa 5 vinnuhópar og eiga þar fjölmargir sérfræðingar aðkomu. Það úr viðskiptalífinu, það úr ráðuneytunum, það úr fræðasamfélaginu og ég ætla að segja ykkur það koma 70 manns að þessu verkefni í augnablikinu. 70 öllum meðtöldum. Þetta gífurlega fjölbreyttur hópur og hafa fyrirtæki og stofnanir verið afar liðlegar við að lána sitt fólk til vinnunar. Svo mikilvægt þetta mál fyrir Ísland. Það eru allir með á bátnum. Svo spurningin hvort að við eigum ekki að taka okkur til og finna upp hjólið. Nei, við ætlum ekki að finna upp hjólið, við ætlum að nota hjólið. Við ætlum að nýta fyrirliggjandi efni í sem miklu mæli og hægt og til þess að draga fram heildstætt yfirlit tillagna þar sem verður líka fjallað innbyrðis tengsl þeirra og áhrifin metin. Og þið spyrjið eflaust, hægt að ætlast til þessi hópur geti verið með sameiginlega sýn á nokkurn hlut og ég held að dagur í dag hafi sagt okkur það hugsanlega hægt að vera sammála einhver atriði en það eru önnur atriði sem við erum ósammála og höldum áfram að vera ósammála Við þurfum þess vegna að horfast í augu við það og gefa fólki ráðrúm til þess að vera ósammála. En þegar allt kemur til alls, þá verðum við alltaf, þótt við séum ósammála einhverja hluti, að muna eftir því að það eru sameiginlegir fleti til staðar. Við búum í þessu landi, við störfum í þessu landi, afkoma okkar og komandi kynslóða, hún skiptir okkur máli og lífskjör okkar eru mikilvæg. Það mikilvægt að menntun okkar og þekking nýtist. Svona getum við rakið okkur niður á sameiginleg málefni. Ég ítreka þó og enn á aftur, það ekkert athugavert við það að sé ágreiningur ákveðna hluti. Verum þess vegna raunsæ á að hinn eina sanna langtímastefna verður ekki búin til í samráðsvettvanginum. En þar fer fram mikilvæg hugmyndavinna grunnmyndina og hvar sameiginlegar áherslur liggja. Og þetta mikilvæg þáttur í mótun skýrari hagvaxtarstefnu. Þrátt fyrir álíka forgangsröðun má ætla að við horfum til sömu hlutana. Eigum ekki að ganga út frá því í byrjun vinnunnar. Fyrsti fundur samráðsvettvangsins var núna á mánudaginn var. Þar var farið í gegnum efnahagslegar áskoranir og tækifæri fyrir Ísland auk þess sem að rammi fyrir viðkomandi vinnu var ræddur. Hálfsárs vinna framundan en endanleg skiltillagna verða í september. Við munum leitast við upplýsum vinnuna eftir bestu getu og höfum opnað sérstaka heimasíðu samráðsvettvangur.is þar sem við ætlum að reyna að birta eins mikið efni og við getum. Þetta á að vera svona tiltölulega opinn ferill. En góðu gestir, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Eins og ég sagði áðan, það þarf kjark og úthald og kannski slatta sjálfstrausti til að vinna saman að sameiginlegri sýn til framtíðar. Og við lítum þannig á að umboð okkar og hvatning komi frá breiðum hópi. Það hvetur okkur til dáða og gefur okkur kraftin til að leggja þessu mikilvæga verkefni lið. Þetta kemur nefnilega með samstilltu átaki. Þið verðið að þrýsta okkur og hvetja okkur og veita okkur aðhald og þið verðið að gera kröfur til okkar að okkar vinna skipti árangri og takk fyrir það fyrirfram.